Komið sæl öll sömul. Ég heiti Björn Berg og fræðslustjóri Íslandsbanka og vil fyrir hönd okkar og viðskiptaráðs Íslands bjóða ykkur hjartanlega velkomin hingað í Hörpu á fundinn Samkeppnishæfni Íslands 2017. Tilefni þessa fundar árleg úttekt svissneska viðskiptaháskólans IMD og samkeppnishæfni þjóða og við fáum hér eins og undanfarin ár þetta árlega tækifæri til að átta okkur á því hvar við stöndum í tiltölulega vel sundurliðuðum samanburði við önnur lönd og hvernig breytingin hefur verið á milli ára. Nú á síðasta ári þá bindum við sérstaklega sjónum okkar að höfuðborgarsvæðinu og samkeppnishæfni þess, en núna í dag verður þemað menntun og samkeppnishæfni mannauðs. Nú hér eftir stuttastund munum við fá ávarp og opnum frá Benedikt Jóhannessyni fjármálaráðherra. Í kjölfari mun Kristrún Frostadóttir hagfræðingur viðskiptaráðs greina frá niðurstöðum úttektar IMD og strax í kjölfari fáum við tvö mjög áhugaverð erindi frá Ara Kristni Jónssyni, rektor Háskólans í Reykjavík og Stefaníu Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra CCP á Íslandi. Nú við Kristrún, Stefanía og Ari munum svo til okkur hingað í betri stofun og eftir og ræða eins málin, en viljum endilega fá þáttöku ykkar í þær panelumræðu líka. Hún Katrín sem hér í miðjum salnum verður með hljóðnema og ég vil biðja ykkur að endilega ná athygli hennar og koma svo með ykkar skoðanir á málunum með stuttar hnitmiðaðar spurningar fyrir panelin. Við áætlum svo að vera búin klukkan 10 svo allir komist í vinnuna. Nú en ég vil þá biðja ykkur að taka vel á móti fjármálaráðherra Benedikt Jóhannessyni. Ágæta samkoma, það mér sönn ánægja að fá að vera hér á fundi Viðskiptaráðs og Íslandsbanka þar sem kynntar eru niðurstöður úr könnun og samkeppnishæfni þjóða fyrir árið í ár. Nú, eins og hér hefur komið fram þá þema fundarins menntun og samkeppnishæfni mannauðs. Í aðdraganda kosninganna tölum við Viðreisn sérstaklega samkeppnishæf lífskjör. Það var ekki sagt út í loftið, heldur var það þrungið merkingu. Vegna þess að þegar við erum að tala samkeppnishæf lífskjör, þá erum við að tala það að Ísland ekki bara að keppa á grundvelli fyrirtækjanna, við erum líka að keppa fólk. Ef Ísland sem heild ekki gott land til að búa í öllum og víðasta skilningi, að þá töpum við þessari samkeppni fólkið. Það nefnilega þannig að áhrifa viðskiptalífsins gætir líka í einkalífinu. Við vitum það að frumframleiðslan sem fer fram í einkageiranum, þaðan koma skatttekjurnar sem standa undir velferðinni og þaðan koma launin fyrir fólkið til að kaupa sér mat og húsaskjól. En á sama hátt og fyrirtækin geta keypt vörur sínar hvaðan æfa að úr heiminum eða staðsett sig, hvað sem í heiminum, þá geta einstaklingar og fjölskyldur líka flutt sig set og búið nú orðið nánast hvar sem í heiminum. Það ekkert náttúrulögmál að allir Íslendingar búi á Íslandi. Við sáum þetta á sínum tíma, á tímum vesturvarana, að Íslendingar flúðu slök lífskjör. Við gætum jafnvel farið ennþá lengra aftur vegna þess að fyrir rúmlega 1000 árum þá fóru Íslendingar víða heim. Núna segjum við að það hafi verið í ævintýraleit, en var það kannski líka vegna þess að menn hugsuðu með sér, það getur verið betra að búa einhvers staðar annars staðar heldur en hér. Ísland verður að vera samkeppnishæfur kostur fyrir fyrirtækin og fyrir einstaklingana. Það gagnlegt að líta á lífskjör út frá sjónarhóli samkeppni. Í stað þess að ganga út frá því að allir sem fæðist á Íslandi munum ókomna tíð búa hérna, þá hugsum við okkur fólk á ferð og flugi. Íslendingar flytja til útlanda og útlendingar flytja til Íslands. Og við megum ekki gleyma því, við erum líka að keppa útlendinga. Það líka mikilvægt að hingað sæki velmenntað og hæfileikaríkt fólk
hvaðanæva að úr heiminum, fólk sem vill búa hér. Ég held að það sé ein ástæðan fyrir því hvað Bandaríkin hafa náð langt, að Bandaríkin lengst af tóku fólki opnum ormum. Þau sáu gildið í einstaklingunum, þau sáu gildið í hæfileikunum, gildið í menntunni. Við verðum þá að hugsa raunlaun, verðum að hugsa kaupmátt, verðum að hugsa styrk opinberra fjármála, gæði velferðarkerfisins, skilvirkni opinberra þjónustustöðu, jafnréttis og marga slíka þætti. Við getum ekki komast upp með það að segja, já, Ísland nú fallegt land, fjöllin eru falleg, Esjan sést hérna öðru hvoruð og þetta ekki bara frábært? Jú, þetta frábært, en það nógu gott? Ef að skattarnir hérna eru allt of háir, ef launin ekki nægilega góð, ef vinnutíminn þannig að fólk segir, ég vil frekar vera í fjölskylduvænu samfélagi heldur en á Íslandi, þá töpum við. Það bara þannig að það ekki bara Ísland sem frábært, nágrannlöndin eru líka frábær og við erum að keppa, allir að keppa alla. Einungis með því að við hugum að þessu, reynum að bæta okkur þar sem við stöndum illa, þannig getum við keppt fyrirtækin, þannig getum við keppt einstaklingarna. En það verður alltaf að keppa á grundvelli almennra reglna. Það má ekki keppa á grundvelli sértækra ívilnana af einhverju sérstöku tagi. Það verður að vera gott fyrir alla að búa á Íslandi. Það má ekki mismuna. Samkeppnishæfnin lífskjara mikil, launin eru góð, velferðin mikil, réttindi trygg og heilbrigðisþjónusta í fremstu röð. Grunnmenntun góð og kostar lítið. Þetta kostar hún mikið, en við borgum það saman. Það mjög gagnlegt að meta samkeppnishæfni landa. Mælikvarðinn sem hér lagður til grundvallar byggir á fjölbreyttum gögnum sem dregin eru saman í eina tölu eða margar eftir hvernig við lítum á það. Við erum að horfa hér á samkeppnishæfni og alþjóðavísu. Stór hluti af verkefninu felst ekki í niðurstöðu úttektanna, heldur í því að koma sér saman þá þætti sem lýsa samkeppnishæfni. Hvað gott fyrir viðskiptalífið og hvað það sem hamlar samkeppnishæfni? Við sjáum það nánast í hverjum einasta mánuði að minnstakosti að þá koma niðurstöður úr einhverjum alþjóðlegum samanburði. Núna ræða menn það að hér sé næstbesta heilbrigðiskerfi í heimi. Hvað þýðir það? Það svolítið sérstakt þegar maður sér forystumenn í heilbrigðiskerfinu segja nei, við mögum ekki taka allt of mikið mark á því að við séum í öðru sæti. Ef ég væri í heilbrigðiskerfinu þá myndi ég segja, yes, við erum í öðru sæti, djöfull erum við flott. Nei, við erum svo, við getum ekki bara í öðru sæti, þetta nú marg að hugja. Það þýðir ekkert svona. Menna, það betra að vera í fyrsta sæti, en annars sæti nú bara rosalega gott. Þegar maður sér líka hinlöndina, því þar getum við hort úr fjarlægð, og þar sjáum við hvað kerfið gott. Auðvitað eigum við ekki að gera lítið úr okkur, við höfum auðvitað ekki að fyllast einhverju mikilmennsku brjálæði eða halda við séum alveg ofboðslega góð í öllu. Það ágætt að vera svona sæmilega ánægður með sig, látið mig þekkja það, en það samt sem áður, maður má ekki fara of langt. Látið mig líka þekkja það. En listar, þeir eru þannig að við getum forgangsraða verkefnum og viðskiptaráðið getur notað þessa lista til þess að þrýsta á stjórnvöld og segja ætlið ekki að bæta ykkur á þessu sviði, ætlið ekki að bæta ykkur á hinu sviðinu. Minnihlutinn á Alþingi getur sagt það sama og við getum líka sagt það sama. Við getum farið yfir listan og sagt, þarna stöndum við ekki nógu vel. Og það eru nokkrir þættir þar við stöndum alls ekki nægilega vel og við hugsum það kannski ekki sem þjóð að við stöndum ekki nægilega vel. Ég ætla ekki að ljóstra upp nákvæmlega hvaða þættir eru bestir og vestir. Ég fekk að kíkja á listan í gær. En það eru nokkrir þættir sem eru augljósir sem hafa skert samkeppnishæfni
Íslands að undanförnum. Við erum með ofursterkt gengi. Víða í nágrannalöndunum þá stilla menn af vinnumarkaðslíkanið við það að huga að samkeppnishæfni útflutningsgreinanna. En við erum bæði með sterkt gengi og há raunlaun. Auðvitað er þetta mjög gott fyrir allan almenning meðan það endist, en ef að það er þannig að það grefur undan samkeppnishæfni útflutningsgreinanna, að þá er það ekki gott nema í skamman tíma. Þá er það bara eins og við sitjum út á greininni, horfum á hvað útsýnin sé frábært, leið og við sögum greinina af. Ríkisstjórnin sem er núna getur ekki reykt sér af mörgu af því sem hér mun koma fram á eftir, en við getum þó sagt eitt af okkar fyrstu verkum þegar við tókum við var að afnema höftin. Það eru engin fjármagnshöft núna á einstaklinga, fyrirtæki eða íslenska lífeyrissjóði. Það er auðvitað mikilvægt skref. Það er mikilvægt skref að hafa frelsi í viðskiptum þannig að við getum flutt fjármagn milli landa. Ég held að það sé reyndar mjög mikilvægt að menn hugi að því þessa dagana og allir sem væri með einhverju viti að horfa á raungengi krónunnar og hugsa hvort er nú líklegra til lengri tíma að það sé gott að geyma í þessum gjaldmiðli sem er tiltölulega lítill eða geyma kannski í einhverjum gjaldmiðli sem er tiltölulega stór. Það væri ekki svona snjöll áhættu dreifing. Það myndi ég minnst hvort ég hugsa ef ég verið að reka lífeyrissjóð. En við erum að gera ýmislegt. Við höfum stigið fyrsta skref til þess að einfalda skattkerfið með yfirlýsingum einföldun þarum. Það er ekkert leyndarmál að ég er þeirrar skoðunar að það væri betra að hafa hér bara eitt virðisaukaskattsþrep eða tvö ef við viljum telja það með að ákveðnar greinar eigi að vera í núllþrepi. Við erum með traust velferðarkerfi. Við vinnum að traustri innviðauppbyggingu og við verðum að vera með hagaða hagstjórn og við höfum stuðlað að því með því að vera með aukinn afgang á ríkisfjármálum. Það sem við höfum kannski náð lengst í er það á þessum skamma ferli að við erum að borga niður skuldir ríkisins og við erum á þessum 4 mánuðum sem við erum búin að vera í ríkisstjórn þá erum við búin að borga það bil 10% af skuldum ríkisins niður. Það eru bara hellingspenningur, við erum búin að borga niður næstum 200 milljarða króna skuldir. Þetta kemur sér vel í framtíðinni, bæði vegna þess að þá erum við ekki með áhættuna af því að vera með þessar miklu skuldir og við þurfum ekki að borga vextina af þeim í framtíðinni. Lánshæfismat Íslands hefur batnað og ég vona á að það geti batnað enn og það nýtist ekki bara íslenska ríkinu, heldur líka íslenskum fyrirtækjum. Við aðhyllumst alþjóðahyggju og þó ýmsar bragðtegundir séu til að þeirri stefnu, þá er fullkominn samhljómur það í ríkisstjórninni að regluverk sem auðveldi fyrirtækjum að flytja hingað eða stofna hér starfsstöðvar og íslenskum fyrirtækjum að starfa erlendis er mjög jákvætt. Það er mjög gott og gagnlegt fyrir Ísland að vinna í raun og veru í alþjóðlegu samræmdu lagaumhverfi. En svo vikið verður hér á eftir, þá er stór þáttur samkeppnishæfni Íslands undir orpin gengi krónunnar. Eftir því sem krónan styrkist verður vinnuafl hér á landi dýrara. Það verður til þess að fyrirtæki sem hafa til þess aðstæður og er ákveða hvar eigum að setja nýju störfin, eigum að hafa þau á Íslandi eða eigum að hafa það einhvers staðar erlendis, að þau horfa meira og meira til útlanda. Og það gera það kannski ekki síst í þeim greinum þar sem við vildum helst byggja okkur upp, í tæknigreinum, í greinum þar sem það þarf mikla þekkingu. Við erum að verða of dýr, við erum að verðleggja okkur út af markaðnum. Það er afar slæmt þegar við horfum til framtíðar. Ísland hefur vissulega góða vöru þegar við erum að horfa á ferðaþjónustuna, en þar erum við líka að sjá, eins og menn hafa orðaða, að ferðaþjónustan er að verða fórnarlamb eigin velgengni í styrkingu krónunnar og hún er að draga með sér allar aðrar útflutningsgreinar. Þetta er mikið áhyggjuefni og ég hef oft sagt það að eftir ég tók við, menn hafa spurt mig, er þetta ekki erfitt, er þetta ekki allt öðruvísi heldur þú bjóst við?
Nei, það það ekki, en það eina sem ég finnst erfitt að horfa á þessi gengismál, þar sem við erum að reyna að beita hverju vopn á fætur öðru og við erum að vera búin með vopnabúrið og sífellt styrkist krónan. Við gefumst ekki upp og öll ráð eru vel þegin, en af því að ég má helst ekki tala mikið Seðlabankann, þá ætla ég ekki að segja hvert væri besta ráðið. Að sinni, að ég ekki að tala miklu lengur, ég ætla að segja hins vegar frá því að ég get því miður ekki verið hér lengur heldur en ég held þessa ræðu. Það nefnilega það á síðasta degi þingsins að þá verður samkeppnishæfni Hörpunnar heldur minni heldur en samkeppnishæfni Alþingishússins. Takk fyrir. Komið sæl. Ég þakka ráðherra fyrir mjög áhugavert ávarp og þetta á vel við svona í ljósi þeirra niðurstöðum sem við höfum farið yfir í dag. Ég ætla að fara yfir tölurnar sem að komu núna nýlega frá IMD Viðskiptaháskólanum í samkeppnishæfni. Áður en að ég vind mér í að kynna niðurstöðurnar, þá langar mig bara stuttlega til þess að tala hvað er verið að mæla og hvernig þetta er gert og hvernig við getum notað þetta sem innlegg í umræðuna samkeppnishæfni á Íslandi í dag. Og þessi úttekt sem ég gerði er alveg gríðarlega ítarleg. Í ár það 63 þjóðir sem taka þátt í þessari könnun. Það eru 2 lönd sem bætast við, Kýpur og Sádi-Arabía, og setja þau reyndar neðar á listanum við, þannig að þau eru ekki að hafa áhrif á okkur að minnsta kosti heildarmyndinni. En það er náttúrulega ekki ákveðin krafa þegar slík úttekt er gerð að það sé hægt að nálgast gögn. Það eru, sem sagt, úttektin byggir á 340 hagvísum, bæði þetta hörð haggögn en líka stjórnendakönnun, og þá er náttúrulega gerð ákveðin krafa að það sé auðveldur aðgangur að slíkum gögnum og það sé hægt að vera með jöfn viðmið á milli ára. Þannig að það vill þannig til að þau lönd sem að fara inn í þetta safn eru oft lönd þar sem að efnahagsþróun er hvað best og lífskjör eru hvað best í heiminum. Þannig að þetta er að mörgu leyti góður listi bara til að fá að vera á til að byrja með. Samkeppnishæfni hérna í þessum skilningi er metin út frá 4 meginþáttum. Og eins og ég sagði er þetta gríðarlega stórt safn af upplýsingum sem verið að taka saman. En ástæðan fyrir að okkur þykir áhugavert að skoða samkeppnishæfni í þessum skilningi er vegna þess að við tölum oft velsæld út frá einu mælikvarða, til að mynda bara hagvexti. Og hagfræðingar gera það óbærslega mikið, ég gera það mjög mikið í mínu starfi líka. En hagvöxtur er náttúrulega einhverju leyti líka bara punktstaða eða föst stærð sem er verið að skoða á milli ára. Og staðreyndin svo, þegar við erum að tala samkeppnishæfni þjóða, þá erum við náttúrulega að tala eins og ráðherra minntist á, og við erum að tala þetta í dag, þá erum við að tala samkeppni fólk og fyrirtæki og fjármagn. Og þegar fólk tekur ákvörðun að flytja eitthvað út af starfi eða að vill lifa einhvers staðar eða fjárfesta einhvers staðar, þá er það ekki til eins tíma eða eins árs tíma. Þú ferð ekki bara því að hagvöxtur var sterkur 1 árið. Þú ferð vegna þess að það eru einhver fleiri skilyrði sem gera þér kleift að gera það verkum að þú vilt vera einhvers staðar til lengri tíma. Og þess vegna erum við svolítið hrifin af þessum mælikvarða sem innlegg inn í þessu umræðum samkeppnishæfni Íslands, vegna þess að hér er meðal annars skoða þessi klassíska efnahagslega frammistaða sem við skoðum svo oft, sem eru bara þessi þættir sem við þekkjum mjög mikið úr umræðinni, hagvöxtur, atvinnustig, en líka til að mynda viðskiptakjör. En svo líka verið að skoða skilvirkni hins opinbera, það verið að skoða skilvirkni atvinnulífs og svo þessi samfélagslegir innviðir sem við oft ræðum og eru kannski ekki mældir það vel í til að mynda landsframleiðslu en skipta fólk ofboðslega miklu máli og fyrirtæki. Og hér sjáum við til dæmis bara svona eitt dæmi hvernig þessi einkunn er reiknuð. Við getum tekið dæmi til að mynda einn af þessum 4 þáttum, skilvirkni hins opinbera, og þar eru gögn hópuð saman í nokkra þætti, 5 undirþætti, og undir hvern undirþátt er síðan kannski 10 til 30 hagvísar sem eru bæði haggögn og stjórnendakönnun. Og auðvitað er stjórnendakönnun þess eðlis að hún er huglæg í þeim skilningi að stjórnendur fá lista yfir ákveðin atriði og þurfa að ranka það 1 til 10. En staðreyndin er svo að þetta er samt mjög stöðluð könnun og það fá allir stjórnendur í öllum löndum sömu spurningu. Þannig að þetta segir óbærslega mikið til líka viðmót atvinnulífs,
hvað að gerast í hagkerfinu og þarna fengum 75–80 stjórnendur á Íslandi til að svara þessari könnun og þetta mjög sterkur gagnapunktur líka til að miða við. Nú, bara svo ég vindi mér í niðurstöðurnar fyrir árið 2017, þá í fyrra sátum við í 23. sæti og í ár lendum við í 20. sæti. Þetta náttúrulega mjög jákvætt, að fara upp með 3 sæti á milli ára. Auðvitað viljum við alltaf vera efst og best í öllu og það kannski svolítið upplifunin eftir síðastliðið ár að við hlutum bara að komast inn á topp 10 listan loksins. Þannig að það búið að vera mikil uppsveifla. En þarna kemur inn það sem ég var að tala áður, þessa breiðu mælikvarða. Það ekki bara einn þáttur sem skiptir máli og það mismunandi vægi sem ákveðnir þættir fá. Það ekki bara efnahagsleg frammistaða eða einn þáttur í efnahagslegri frammistöðu sem skiptir máli. Og ég ætla að fara aðeins meira í það í smáatriðum hérna eftir, en bara gefa ykkur yfirlit á hvar við stöndum í stóru myndinni hérna. Hong Kong og Sviss sitja núna í efstu 2 sætunum eins og í fyrra og Bandaríkin eru að falla niður 1 sæti á milli ára. Og við erum þarna í 20. sæti og nágrannar okkar eru Bretland og Ástralía sem eru alls ekkert slæmir nágrannar að hafa. Þetta eru náttúrulega mjög áhugaverðir hlutir að gerast í Bretlandi í dag en þarna sjáum við líka, þetta eru tölur fyrir árið 2016 þannig að hluti af þeim skellu ekki algjörlega komið fram en þetta eru aðrir þættir líka sem eru ennþá mjög góðir í Bretlandi þannig að fáið smá tilfinningu fyrir því hvar önnur lönd eru að koma inn á listan. Það sem kannski augljóst hérna, við sjáum strax og við rekum augum kannski í 7. sæti sem að grannar okkur í Danmörku sitja að við erum svolítið fjarri okkar nágrannaríkjum í þeim skilningi. Og við erum sem sagt að þokast svona smám saman upp inn að lista og þetta mjög jákvæð þróun í gegnum árin. Við vorum í 31. sæti fyrir það bil 6 árum, þannig að við erum komin ansi langt frá því myndi ég segja. Og þessu ári að fara upp 3 sæti eftir að hafa farið bara upp 1 sæti síðastliðin 2 ár. Þannig að þetta er mjög jákvæð þróun í því samhengi. En við stöndum ennþá Skandinavíu að baki. Og hér eru það aðalega Danmörk, Svíþjóð og Noregur sem eru að koma mjög sterkt inn og hafa í rauninni alltaf verið mjög ofarlega á þessum lista og aðalega það þættir þar sem að hífa þau og hafa alltaf híft þau lönd upp að það eru mjög sterkir samfélagslegir innviðir þar og þó við stöndum okkur ágætlega í því eins og ég ætla að koma hérna eftir þá sitjum við samt miklu oftar en þau. Þau eru í efstu 5 sætunum í þeim skilningi og samfélagslegir innviðir eru náttúrulega menntaþjónustan, heilbrigðisþjónustan, vegakerfið, allir þeir þættir. En síðan hafa þeir líka staðið sig ágætlega í skilvirkni atvinnulífs og til að mynda hefur talsverðar umbætur á vinnumarkaði þar og framleiðni miklu hærri en við höfum séð til að mynda hér á landi. Nú hérna eru þessi 4 þættir brotnir niður, sem sagt þessi einkunn okkar í 20. sæti og þarna sjáum við hvernig við erum að þróast. Og það sem kom mér mjög á óvart þegar ég sá þetta niðurbrot hvernig við erum að koma fram í efnahagslegri frammistöðu. Þetta ekkert áfall í þeim skilningi að við vorum í 44. sæti fyrir 2 árum, við fórum aðeins upp á milli ára. Og þetta kannski ágætur tími líka eins til þess að velta fyrir sér hvernig við notum svona upplýsingar og hvort að það sé eitthvað að marka í þessu. Og staðreyndin svo að þetta eru náttúrulega allt afstæðar tölur. Við erum að bera okkur saman við önnur lönd. Þannig ef önnur lönd standa sig betur í einhverju á milli ára, þá hífast þau upp fyrir okkur þrátt fyrir að kannski ekkert breytist hér. En þetta segir aðeins til hvernig þróunin er að vera í þessar áttir sko. En auðvitað það líka þannig að það eru sum þættir sem vega okkur þyngra niður en aðra. Þannig við förum þarna niður 10 sæti á milli ára og ég ætla að fara aðeins í þennan punkt betur eftir. Það er mjög jákvætt að sjá skilvirkni hjá hinu opinbera að fara upp 9 sæti og eins erum við að sjá smá svona búst í skilvirkni atvinnulíf sem við stöndum í stað þegar kemur að innviðinum. Nú, hér tók ég saman svona þessar helstu breytingar á frammistöðu í undirþáttunum þannig að við fáum dýpri mynd á því hvað er að gerast. Og þarna kemur fram frekar skýr mynd. Það sem við upplifum ofboðslega sterkt er innlendi efnahagurinn. Það er hagvöxturinn. Við erum númer 2 á þessum lista þegar kemur að hagvexti. Í atvinnustigi erum við númer 4. Það er náttúrulega bara búið að vera mikill hagvöxtur. Það er búið að vera lágt atvinnuleysi, há atvinnuþátttaka. Þess ber líka að geta að þetta eru tölur náttúrulega sem eru byggðar á árinu 2016. Það er ekki búið að lyfta höftum þegar þessi rannsókn er gerð. En staðreyndin er svo að rauði þráðurinn í þeim þáttum sem að draga okkur niður þetta árið tengjast allir eins og ráðar að koma á genginu.
Bæði erum við að sjá að hlutfallslegar breytingar til að mynda í alþjóðaviðskiptum eru okkur ekki í hag vegna þess að útflutningur á vöruþáttum hefur ekki til að mynda fylgt hagvexti. Við erum að sjá sterkan þjónustuútflutning en ekki eins sterkan vöruútflutning. Og annað ágefni sem kemur fram, sér í lagi í alþjóðlegri fjárfestingu, að það kemur mjög skýrt fram til að mynda í stjórnendakönnun að fyrirtæki eru í auknum mæli farin að hugsa út. Við erum ekki samkeppnishæf í launum og bæði það vegna þess að laun eru mjög há hérna bara í íslenskum krónum en það eru líka mjög há laun hérna mælt í erlendum gjaldmiðli. Og við leiðréttum oft fyrir þessum erlenda gjaldmiðli þegar við erum að tala þróunina á Íslandi en staðreyndin sú að við keppum á alþjóðlegum markaði og þar keppum við í erlendum gjaldmiðli og þetta að vega okkur niður á milli ára. Í skilvirkni hins opinbera kannski svona, það helsta sem að draga okkur upp fjármálins opinbera. Það náttúrulega mikill viðsnúningur í ríkisfjármálum á síðastliðnum misserum. Vegur náttúrulega mjög þungt mikill afgangur á ríkissjóði. Auðvitað voru þarna ákveðnar einskiptistekjur sem að hífa upp afganginn en ef við tækjum þær út þá stæðum við samt mjög ofarlega. Í skilvirkni atvinnulífs þá myndi ég segja að svona jákvæðasti punkturinn að tölur sem að við höfum reyndar líka séð sem að Seðlabankinn hefur birt sýnir að það aukin framleiðni í atvinnulífinu. Framleiðni stóð í stað fyrstu ár eftir hrun og við erum að sjá aukningu þar í. En enn og aftur sjáum við gengi spila þarna inn í vegna þess að þessi framleiðni mæld á bandaríkjadollar á mann og við höfum náttúrulega öll í dag miklu fleiri bandaríkjadollara á mann en við höfðum fyrir ári síðan vegna þess að krónan svo sterk. Þannig að þarna sjáum við þetta brenglar aðeins niðurstöðurnar þrátt fyrir að rauntalan sé líka jákvæð. Og síðan eru það þessi samfélagslegu innviðir sem að í rauninni hafa lítið breyst á milli ára. Að lokum rætt svona þessi 5 stóru viðfangsefni sem að Ísland þarf að horfast í augu við á næstu árum og þetta eru kannski einhverjir punktar sem við getum litið til ef við viljum velta fyrir okkur hvað við getum gert til þess að hækka okkur á þessum lista. Auðvitað þessi lista ekkert annað en bara innlegg inn í umræðuna. Það ber að taka náttúrulega bara öllum eins og alltaf tölum með ákveðnum fyrirvari ef við ætlum að fara í smáatriði af okkur breytingum, sér í lagi ef við erum kannski að fara neðar á listana því aðrir að standa sig betur. En þetta segir samt okkur ákveðna sögum hvar við stöndum á alþjóðavísu. Og því ber að taka því alvarlega í þeim skilningi að þarna fáum við skýra mynd ákveðna þróun. Og hér þessi 1. og 5. þáttur snúa náttúrulega að ríkinu og við höfum náttúrulega staðið okkur ágætlega þarna og væri náttúrulega mjög jákvætt og við heldum áfram þeirri þróun að draga úr skuldum og auka afgang á ríkissjóði. En auðvitað þessi umræða gengið og útflutningsgreinarnar okkar og samkeppnishæfni þar í erlendum gjaldmiðli mjög mikilvæg. Og auðvitað spilast þar inn í þessu umræðu í dag til að mynda langtímamótun á peningastefnunni vegna þess að við höfum líka komið illa út úr verðlagi. Okkur finnst við standa okkur ofboðslega vel vegna þess að það engin verðbólga lengur í dag. En það samt mikil verðbólga á alþjóðavísu á Íslandi ennþá í dag. Og verðlag líka mjög dýrt, það dýrt fyrir fólk að koma hingað, þannig að þetta spilar þar inn í. Og síðan það náttúrulega líka þessi efnahagslegi stöðugleiki sem að snýra að vinnumarkaðnum og hvernig samið þar. Nú bara að lokum ég ætla að vinda mér inn í eina yfirlitsglæru menntun og mannauð, þá bara svona til að taka þetta saman, þá þetta nú svona keimlíkt mörg af því sem að ráðherra sagði í þeim skilningi að það eru náttúrulega ákveðnar þversagnir sem að birtast í þessu niðurstöðum. Innlendur efnahagur að blómstra, það mjög lágt atvinnuleysi hérna. En kannski það sem ég tek mest út úr þessu að við þurfum að vera meðvituð að hagvöxtur byggist á breiðum grunni. Við viljum miklu frekar hafa hagvöxt sem 2–3% á hverju einasta ári, frekar en 7%, 1%, -2%. Við viljum að það sé stutt vel við allar atvinnugreinar, þannig að það sé ekki einn sem að þýtur fram úr meðan hinir sitja eftir. Og þetta eitthvað sem við ætlum að ræða hérna eftir ef við tölum samkeppnishæfni mannauðs, vegna þess að til þess að halda fyrirtækjunum í landinu sem að hugsa út, þá þurfum við náttúrulega líka að vera með rétta fólki í landinu til að ganga í störf sem þessi fyrirtæki að skapa. Og ég tók saman bara svona eina glæru yfir þessar mennta- og mannauðsstærðir sem koma út úr þessari könnun vegna þess að, eins og ég sagði, þetta gríðarlegt magn af upplýsingum og við verðum einhvern veginn að afmarka okkur einhvers staðar við ákveðið málefni. Og hér búin að stilla upp þeim þáttum sem eru að draga okkur upp og þeir þættir sem að draga okkur niður í þeim skilningi. Og það mjög skýrt að innviðir hérna að mörgu leyti mjög sterkir í menntakerfinu. Við erum númer 2 þegar kemur á útgjöldum til menntamála, þetta allt menntakerfið sem hlutfall af vergri landsframleiðslu.
Nemendur á framhaldsskóla og grunnskólakennarar eru tiltölulega fáir í alþjóðlegu samhengi. En það eru frekar blendnar skoðanir hjá atvinnulífinu hvernig þetta er að skila sér allt til þeirra út í hagkerfið, bæði þegar það er spurt hvort að menntun sé að mæta þörfum þeirra eða hvort að þessi góður aðgangur að færu vinnuafli. Og síðan er það náttúrulega líka svo, eins og svo oft er rætt að útgjöld þýðir ekki endilega árangur. Auðvitað ættum við að byrja frekar á því að setja okkur markmið hvað við viljum ná og síðan að athuga hvað það þarf að kosta. Vegna þess að við erum ekki að koma og höfum í gegnum árin ekki komið vel til að mynda út úr PISA-könnun. Við erum að færast lægra á listan yfir hlutfall einstaklinga á alþjóðavísu sem með háskólamenntun. Og síðan í lokum, eins og ráðherra kom inn á, þá þurfum við líka að hugsa samkeppnishæfni mannauðs ekki bara út frá okkur sjálfum, heldur hvort við séum að ná að laða hérna inn fólk til landsins með réttu menntunina. Vegna þess að það virðist ekkert vera neitt sérstaklega aðlaðandi umhverfi hérna fyrir erlenda aðila, sérstaklega vel menntaða erlenda aðila til að koma til landsins. Þannig að ég hlakka bara mjög til að fá taka þessa umræðu hérna með Stefaníu og Ara á eftir og ætlum bara að fá að bjóða hana Stefaníu velkomna upp á svið. Takk fyrir. Ég heiti Stefanía Guðrún Halldórsdóttir og ég er framkvæmdastjóri CCP á Íslandi og ég ætla aðeins að spá í framtíðina hérna með ykkur og við ætlum aðeins að spá í hvernig maður spáir í framtíðina. En áður en við spáum eitthvað í framtíðina, þá langar mig að tala aðeins hvaðan við erum að koma. Hérna, CCP verður 20 ára á þessu ári og á þessum tímamóti þá ætlum við aðeins að fá nostalgíukast yfir gömlum myndum. En við ætlum líka, á þessum tímamótum erum við líka að horfa á framtíðina. Ég kem meira að því á eftir. En fyrirtækið var einu sinni svona lítið startup á Klapparstígnum og hérna sjáum við mynd af starfsmönnum árið 2001. Þeir voru stórhuga og fóru í Bláa lónið til að láta taka svona boybandmynd af sér. Og þeir gátu örugglega ekki ímynda sér á þessum tímapunkti að mörgum árum seinna þá yrði CCP orðið stórt fyrirtæki með 400 manns í vinnu út allan heim. Hvað þá að ég myndi sýna öllum þessa mynd. En svo þetta er eitt af þessu sem við gerum. Hér er listrænt stjórnandi Yvonne Line að búa til Gamescape með gamlan iMac-skjá. Ég átti sjálf svona tölvu, svona iMac-tölvun kom út 1998. Það var alveg brjálæslega öflug tölva, ógeðslega flott. 32 megabæt, nei, 32 megabæt, jú, í vinnslu minni. Heyra, Ari veit hvað ég er að tala það. En sem sagt, við erum þarna og svo er alveg klárt mál að það breytist alltaf allt. Það breytist allt. Og á þessum tímamóti þegar við erum 20 ára, CCP, þá erum við ekki bara að horfa tilbaka. Við erum alveg ofboðslega mikið að horfa inn í framtíðina. Og við spáum mikið í því hvernig heimurinn muni líta út eftir 10 ár. Því við erum alltaf að spá í það hvers konar tækni og hvers konar leiki fólk muni nota og spila og hvernig við getum aðlagað okkur að breyttu samfélagi og breyttu lífstíl fólks. Og því að þetta snýst á endanum allt saman fólk. Og við erum búin að vera að búa til upplifanir fyrir fólk, nota sköpunargáfuna til þess að ná til spilarana í gegnum internetleik og við tengjum spilurunum, þeir tengjast hver öðrum og hérna er alveg æðislegt svona tengingarmoment hérna í Hörpunni á FanFest. Og þess vegna þurfum við alltaf að vera að spá í það hvað gerist næst og hvað kemur næst vegna þess að þetta fólk þetta lífstíl þeirra breytist og breytist og samfélögin breytast. En hvernig förum við af því að vera alltaf að spá í þessa framtíð og hvernig hlutinni mun breytast? Þetta er náttúrulega svolítið stór áskorun, þetta verkefni. Og það sem við gerum er að við hlustum ofboðslega mikið. Við hlustum rosalega mikið á hvað er að gerast. Við lesum mjög mikið af því sem er að gerast, tæknigreinar á internetinu. Við tölum við aðra í bransanum, við tölum við stóru tæknirisana, við spyrjum spurninga, hvað er þetta að gera hér? Hver er stefnan? Hvernig heldur að þetta komi út? Og þetta þurfum við alltaf að gera til þess að skapa okkar framtíðarsýn. Og því að við erum alltaf að spá í hvað fólk muni vilja næst, áður en að fólk veita. Og störf framtíðarinnar,
Þau krefjast menntunar sem er öðruvísi en störf fortíðarinnar þurftu. Og við þurfum núna að hlusta, meðtaka þessar upplýsingar sem við erum með og skilja hvernig við búum til framtíðarsýn með þessar upplýsingar sem við höfum núna. Og við þurfum líka svolítið ímyndunarafl. En í gegnum þetta allt, þá trúum við því að tæknibyltingi sem við erum að fara í gegnum núna, hún á eftir að breyta samfélaginu og lífstíl okkar allra. Og við erum með framtíðarsýn og hún leiðbeinir okkur og eins og ég segi, við tökum inn upplýsingar. Við gerum okkur líka á sama tíma grein fyrir því að það þarf rosalega lítið til þess að við þurfum að breyta plönunum okkar. Hlutinni gerast svo hratt og hlutinni breyta svo hratt og svo koma stóru tæknirisarnir, setja eitthvað út og við þurfum að breyta planinu. En það sem er rosalega mikilvægt í því öllu ferli er það að við erum með framtíðarsýn. Vegna þess að á sama tíma, við þurfum alltaf að vita hvert við erum að fara. Og mér finnst alveg nauðsynlegt að ýta okkur öllum út í að taka ábyrgð á þessu. Tökum ábyrgð á því hvert við erum að fara og hvernig við ætlum að undirbúa okkur. Og við hérna inni, og þeir sem eru að horfa, við þurfum að vera með framtíðarsýn fyrir Ísland. En að því að við erum að tala um að spá í framtíðina, þá fannst mér rétt að taka hérna smá svona, skoða hvað var fólk að spá í framtíðina fyrir löngu síðan, fyrir 21 ári síðan, þá hérna var verið að spá í framtíðina og svo hvað hefur ræst og hvað hefur ekki ræst. Og það var klárt mál að hérna, það var flest af þessu var rangt upp á tímasetningar. Hlutinni komu fyrr en fólk hélt hérna árið 1996. Til dæmis var því spáð að gervigreind myndi ekki vinna heimsmeistarann í skák fyrir 2005. Gervigreindin vann skákmeistarann 1997, árið seinna. Þannig að við þurfum að gera okkur grein fyrir að það sem við sitjum, það er kannski alveg svona, já, það gerist einhvern tímann. Kannski gerist þetta bara miklu hraðar en við héldum. Og við þurfum að vera undirbúin. Og það er þannig með framfæri til dæmis í gervigreind, að flesta framfærir í gervigreind hafa verið miklu hraðari en fólk hélt. Jafnvel þeir sem eru sérfræðingar í gervigreind hélt ekki að þetta yrði svona hratt. En nú ætla ég að fá ykkur til þess að spá í framtíðina með mér, það sem við horfum núna. Og ég ætla að nota aðferð sem ég hef stundum nota á CCP. Þessi aðferð felst í því að það er hópur af fólki sem ber ábyrgð á einhverju sérstöku verkefni. Það setur sig í stellingar eins og það væri komin einhver tímapunktur í framtíðinni. Og við rifjum upp eitthvað sem er ekki búið að gerast. Og það er þannig að við veljum núna tímapunkt. Leikurinn heitir Remember the Future eða minningar á framtíðinni. Og við búum okkur til sviðsmynd og áskorunin okkar er að setja okkur í spor okkar sjálfra að þessum tíma liðnum. Og ég er að tala um bara 10 ár. Bara 10 ár. 10 ár fram í tíman. Við erum stödd eftir 10 ár hér og það er verið að kynna niðurstöður EMDS-skýrslunar samkeppnishæfni Íslands. Við erum búin að vera að tala um menntamál og við erum búin að gera okkur í hugalund hvar við viljum vera árið 2027. Og mitt hlutverk er að standa hér á sviðinu árið 2027, gefa okkur yfirsýn yfir það sem er búið að vera að gerast á síðustu 10 árum. Og núna, þar sem ég stend í dag 2017, ég get vel gert þetta vegna þess að það eru svo mikið að merkjum það hvað koma skal. Þá þarf bara að hlusta og meðtaka það. Þannig að árið 2027 og við erum komin hér til þess að fara yfir skýrslu EMB á samkeppnishæfni Íslands. Og ég ætla að fara stuttlega yfir það sem er búið að vera að gerast á síðustu 10 árum. En það sem ég myndi vilja að þið gerðuð er að hugsa þessa setningu og svara þessari setningu. Þið klárið þessa setningu. Þær breytingar sem við gerðum á menntakerfi Íslands árið 2017 leiddu til þess að. Og hver og einn svarar þessu fyrir sjálfan sig. Meðan við förum í gegnum þetta eða á eftir eða bara þegar þið komið heim, hvernig sem þið vilja hafa. En þá byrjum við á þessu. Vindum okkur í árið 2027. Fyrir 7 árum eða árið 2020 þá fórum við yfir það hvaða hæfileikar væru mest eftirsóknarverðir miðað við hvað var í gangi til dæmis 2015. Við horfum hér á hvað það var mikilvægt fyrir fólk að geta leyst flókin vandamál.
það er hérna í fyrsta sæti, það var mikilvægt árið 2015, það var mikilvægt árið 2020 og nú vitum við að núna árið 2027 er þetta enn mikilvægara. En það sem að breyttist mjög hratt á þessum árum var hérna að sköpunargáfa var miklu mikilvægari. Og ástæðan fyrir því er að í þessum tækniframförum að þá er það sköpunargáfan sem að hjálpar okkur að skapa verðmæti. Og það er sköpunargáfan sem fleytir okkur áfram að nýta tæknina á þann hátt að hún gerir lífskjör okkar betri. Og fólk sem gat nota sköpunargáfuna og skildi tækni er fólkið sem er búið að vera ofboðslega mikilvægt á síðustu 10 árum. Og eins og við vitum í dag þá er það bara skilyrði með mörgum störfum að skilja tækni. En svo voru hæfileikar sem duttu út. Það var til dæmis eins og hérna svona quality control, eins og við vitum í dag, þetta er alltaf gert sjálfvirkt og af vélum og einhverju gervigreind. Þannig að áskoranir sem við horfum á í dag, þær krefjast þess að skilja þessa tækni til þess að leysa nútíma vandamál. Og nú vitum við líka að í gegnum þetta allt, að þá er aðlögunarhæfni komin hérna inn 2020, sem var ekki 2015. Nú vitum við að þessi aðlögunarhæfni er alveg gríðarlega mikilvægur eiginleiki til að hafa. Og hér sjáum við aðeins svolítið flókið yfirlit yfir það sem hafa verið mestu breytingavalda síðustu 10 árin. Ég ætla nú ekki að fara í hvert einasta atriði þarna. Ég ætla aðeins að hlaupa yfir nokkur. Byrjum á stafræna partinum og hvernig heimurinn hefur breyst á síðustu 10 árum. Og hér er mikilvægt að tala um þær breytingar sem stafrænir gjaldmiðlar og stafrænar skuldbindingar hafa valdið. Þessi tækni hefur gjörbylt fjármálastofnunum allan heim. Þessi tækni hefur tekið út marga milliliði. Og það er hægt að geyma skuldbindingar og til dæmis leigusamninga og skuldabréf og allt mögulegt í blockchain nú orðið. Og þau lönd sem gerðu sér grein fyrir þessu mjög snemma, það eru löndin sem að náðu langt á þessu sviði. Og við þetta, það sem gerðist var að þarna komu mörg startup inn og tóku hreinlega fram úr gömlu bönkunum. Munið þau vorum öll að tala um og rífast um það hvort við ættum að fara í evru. Nú erum við með stafræna mynt og við erum með stafræna veski árið 2027. Þá er það gervigreindin. Gervigreind er notuð út um allt í ákvarðanatöku og greiningum og gervigreind fór úr því að sigra í skák árið 1997 yfir í það að taka bara flóknar ákvarðanir og stýra bílum í raunheimum til dæmis. Og það var meira að segja fyrir 10 árum, árið 2017, þá var gervigreindatölvan Watson farin að aðstoða lækna með því að koma með tillögur að krabbameinsmeðferðum. Í dag árið 2027 förum við ekki til heimilislæknis nema hann sem er góðan aðgang að gervigreind. Og gervigreind er löngu farin að þýða tungumál og lesa texta og greina stór textasöfn og við getum bara ekki hugsað okkur daglegt líf án þess að hafa gervigreind. Og talandi um daglegt líf, við gátum Internet of Things eða allir þessir hlutir á internetinu sem eru tengdir í skýið. Eins og góð reyna að þýða þetta einhvern veginn. En hérna okkur datt ekki í hug árið 2017 að allt yrði forritað í kringum okkur. Heimilin okkar eru tölvustýrð, vinnustæðirnir okkar eru tölvustýrðir og það er svo gríðarlegar hagræðingar sem hafa átt sér stað með því að tengja alla mögulega og ómögulega hluti inn í skýjaþjónustur. Það var til dæmis alveg ofboðslega mikil hagræðing í rekstri sjúkrahúsa, í gegnum rauntíma eftirlit með sjúklingum, í gegnum tæki sem eru tengd inn í skýið. Starfsfólk sjúkrahúsa getur tekið ákvarðanir hraðar og öruggar með hjálp gagnasafna í skýinu. En svo er það blessu vélmennin. Þau hafa tekið á sig ýmsa mynd og þau hafa tekið að sér ýmistörf sem við gerðum hérna áður. Og ég ætla bara rétt svo að minnast á eitthvað smávegis þarna í kring. Það er alveg hellingur af störfum sem hafa horfið með sjálfvirknivæðingu og vélmennum. En fyrst til að fara til dæmis voru búðarstörf. En árið 2017 þá kom Amazon með fyrstu sjálfvirku búðina, svokölluð Amazon Go, þar sem fólk fer bara inn, verslar, labbar út. Allt sjálfvirkt. En svo fylgdu aðrir á eftir. Og það eru ekki bara mennirnir sem mistu störfin sín í drónana. Það eru fleiri og drónar hafa tekið þessir ýmis verkefni. Hér er prótótýpa frá árinu 2017. Þetta er drónabífluga að frjóvga blóm. En hérna er svo uppfærð útgáfa af þessari drónabíflugu. Þetta er bara stundum fallegt. Er einhver fegur í þessu? En þá snúfum við okkur að líftækni.
Árið 2017 voru fyrirtæki eins og Össur til dæmis bara voru búin að búa til gervilimi sem hægt var að stýra með heilanum. Árið 2017 var búið að ná ofboðslegum árangri með árangri stofnfruma og þá þegar var búið að búa til stofnfrumur sem geta búið til ný augu. Stofnfrumur notkun hefur núna árið 2027 umbreytt lyfjaiðnaðinum, algjörlega. Og svo það þessi tæki sem fylgjast með heilsun okkar og mæla allt mögulegt og senda allt inn í skýið og gefa okkur skilaboð áður en að við verðum lasin að fara vel með okkur og taka nú vítamínin okkar og svona. Þannig að ótrúlega mikið að bættu lífsgæðum hefur komið til vegna þróunar í líftækni á síðustu árum. En svo það genabreytingarnar. Genabreytingar eru ekki vísindaskáldskapur, heldur verkfræðilegt úrlausnarefni og við stöndum frammi fyrir því að þetta fyrst og fremst heimspekilegt vandamál. Spurningin ekki hvað við getum gert með genaforritun og genabreytingum, heldur spurningin hverju ættu við raunverulega að vera að breyta. Við vorum ekki að taka þessa umræðu árið 2017 og við vitum núna 2027 við hefðum heldur betur gert það. Þá það orka og umhverfi á léttari nótum. Ekki óhugsandi að við höfum keyrt bíla á þessu landi með jarðefnaeldsneyti, með alla þessa grænu raforku. En líka ekki óhugsandi að einu sinni vorum við að keyra alla þessa bíla sjálf. Þeir eru núna orðnir sjálfkeyrandi og einu sinni átti fólk svona hobby sem var að eiga hest. Í dag það hobby að eiga bíl og það til svona bílamannabúðir. Og við köllum þetta fólk bílamenn. Þetta mjög skemmtilegur hópur. Gaman að fara rúndinn með þeim stundum. Og það eru margar góðar fréttir úr orku og umhverfi því að tæknin hefur náttúrulega gert okkur kleift að taka þarna aðeins fram úr pólitíkinni sem hefur stundum haldið aftur að framförum á þessu sviði. En svo það blessuð efnin sem að koma inn í öll möguleg og ómöguleg framleiðsluferli. Og hér eru fréttir frá 2017. Þetta viss tegund þrívíðaprentunar, additive manufacturing. Og þetta svona flókin þrívíðaprentur sem hefur bara gjörbylt framleiðslu aðferðum á síðustu 10 árum. Og það voru merkjum þessa þróun árið 2017 og þar sem við erum núna stödd í dag, þá getum við ekki hugsað okkur heiminn án þessara flóknu þrívíðaprentunar. Og gáfuðaefnin. Breytingarnar ekki bara í tískustraumunum, heldur líka í efnunum. Nú til bakteríudreipandi efni og við getum ekki hugsað okkur lífið án þessara efna sem eru sjálfhreinsandi. Allt saman mjög praktískt. En þá ég bara búin að skauta svona mjög létt yfir þetta. Það náttúrulega fullt af öðrum hlutum sem búið að gerast og þið getur vonandi gert ykkur það í hugalund. Hvaðan við erum að koma. En ég ætla að segja það að þessi tækniþróun gat verið okkur ljós fyrir 10 árum síðan. Þetta merkjum allt þetta var komið fram. Sumt af þessu var bara hreinlega komið og við þurftum bara að meðtaka þessar upplýsingar sem voru fyrir framan okkur. En svo að því hvernig hafa störf fólks breyst á síðustu 10 árum. Við tölum ekki lengur störf þannig séð. Við leggjum miklu meiri áherslu á hæfileika. Vegna þess að það svo margt sem við erum að leysa sem að þarf þverfaglega nálgun. Og hérna pínlítið yfirlit yfir hvað hæfileikar hafa verið mikilvægir til þess að ná árangri. Og hérna eins og við vitum, mjög mikilvægt fyrir fólk að geta leyst flókin vandamál og sérstaklega í gegnum samstarf á neti. Og það svo mikilvægt að geta fundið leiðina hérna í þessum hafsjó af upplýsingum, geta fundið viðeigandi upplýsingarnar, geta sett þær svo fram og geta sett þær í samhengi og geta svo búið til eitthvað. Og skoða svona eins og að horfa fram í tíman, skoða trend og í talnúkjum aðlögunarhæfnin. Alveg gríðarlega mikilvæg og það að vera alltaf að læra. Við breyttum menntakerfinu árið 2017. Og árunum 2017-18 kannski. Vegna þess að við gerðum okkur grein fyrir að heimurinn væri að breytast. Og núna árið 2027 sjáum við niðurstöðurnar. Við gerðum okkur grein fyrir að menntamálin væru lykillinn að velmegun í framtíðinni, í breyttum heimi. Við áttum samtal hvernig væri best að gera þessar breytingar
vegna þess að við vissum vel að þær myndi ekki gerast að sjálfu sér. Þær gerðist af því að við ákváðum að leggja okkur vinnuna sem þurfti til þess að gera þessar breytingar og við ákváðum að hafa framtíðarsýn. Og með því að hafa framtíðarsýn þá, þegar heimurinn breytist, þá getum við breyst með. Og við getum uppfært okkar plön og allt það, við ætlum að vera með framtíðarsýn. En þegar hér komið, þá langar mig að vita hvað þið hugsið aðeins, langar mig að vita svolítið hvað þið að hugsa. Fyrir 10 árum, 2017, gerðum við okkur grein fyrir þessu. Við erum að undirbúa okkur undir breyttan heim. Og mér langar bara til þess að þið raunverulega hugsið þetta. Þið hugsið þetta líka þegar þið komið heim og við tölum þetta. Við höldum bara áfram að tala þetta þangað til að við erum komin á einhvern stað þar sem við erum ánægð með niðurstöðuna. Þær breytingar sem við gerðum á menntakerfi Íslands árið 2017 leiddu til þess að. En það mikilvægt að muna að það sem við ákveðum á hverjum tímapunkti, það breytir framtíð okkar. Takk fyrir. Góðan daginn. Kæra þakkir Stefanía fyrir alveg einstaklega áhugavert og hugvekjandi erindi. Ég ætla að fá að grípa núna á boltan og halda áfram að horfa til framtíðarinnar, en horfa sérstaklega á menntakerfið, samkeppni mannauðsins og hvernig við þróum þetta á Íslandi. En ég ætla að gera út frá sjónarhóli þess sem að ég vinn mest með, sem eru háskólakerfið á Íslandi og atvinnulífið á Íslandi. Frá örófi alda, frá því að háskólar voru fyrst fundnir upp, hafa hlutverk þeirra verið það sama og það er grunnur þess sem við gerum. Í fyrsta lagi að mennta og þjálfa þá sérfræðinga sem samfélagið og atvinnulífið þarf á að halda á hverjum tíma. Það er að stunda rannsóknir og nýsköpun til þess að verið ný þekking, nýjar lausnir, ný tækifæri í atvinnulífinu, betri skilningur á okkar samfélagi og betri skilningur á umheiminum og ekki síst framtíðinni. Og svo þriðja hlutverkið, og þetta er svo mikilvægt að við höfum þetta í huga þegar við horfum til hlutverka háskóla og menntakerfis á Íslandi, þetta eru líka miðstöðvar þekkingar. Þarna safnast þekking saman og þarna er deilt út í samfélagið. Þannig að horfum á háskólan líka sem leið til að miðla þekkingu í samfélagið og safna á eitt stað. En á síðustu árum og áratugum hefur hlutverk háskóla gjörsamlega gerbreyst í heiminum. Þegar við horfum til gamalla háskóla, jafnvel hér á Íslandi, að það var hlutverk þeirra í upphafi til að mennta örfáa með sérþekkingu sem þurfti til að gegna örfáum lykilstörfum í samfélaginu. Í dag er háskólamenntun orðin algjör grundvöllur þess að við getum einu sinni rekið samfélag. Við rekum ekkert samfélag án háskólamenntaðra í réttarkerfinu, heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, stjórnsýslunni, innviðagerð og svo framvegis. Háskólar upprætta nýra verðmætasköpunar, nýra hugmynda til að bæta verðmætasköpun, gera nýja hluti og nýta þá hluti sem við eigum betur, og háskólar eru lykilstofnanir í samfélaginu. Ef við horfum á hvað þetta hefur gert erlendis, bara heilt yfir allan heiminn, háskólanemum hefur fjölgað gríðarlega á síðustu áratugum. Það er orðin venja núna frekar heldur en undantekning að fólk fari í háskóla. En við sjáum líka að háskólarnir eru virkilega orðin þungamiðja þróunar. Við horfum oft í Kísildalsins og hvað er að gerast þar. Þetta er uppspretta næstum því allra snjallsíma og hugbúnaðar sem er á borðunum hjá ykkur. Ekkert af þessu hafa orðið til ef ekki væri fyrir þá háskóla sem eru miðstöð og uppspretta þekkingar, nýsköpunar og hæfileikaríks fólks í Kísildalnum. Þetta hefur líka flækt starfsemi háskólana. Ég ákvað að nota þessa mynd frá MIT því ég ætla að vísa til MIT í þessu, en þetta er byggingin sem að hýsir tölvunarfræðideildina þar. MIT er ekki bara að kenna fólki þekking og þjálfa til að vinna í fyrirtækjum sem er til í dag. Það er líka gríðarlega áherslu á að kenna sínum nemendum að skapa tækifæri. Þetta gerir starfsemina miklu flóknari. Í MIT eru yfir 100 einingar
sem að snúa bara því að efla nýsköpun og flutning þekkingar út í samfélagið, skapa ný fyrirtæki og nýja lausnir. Ísland hefur líka breyst gríðarlega og á ennþá styttri tíma heldur en í heiminum því að við fórum seint af stað í umbreytingar á háskólakerfinu. En það að skila sér. Það eru komin miklu fleiri nemendur inn í háskólakerfið. Við höfum nálgast, þó höfum ekki náð, Norðurlöndunum þegar kemur að hlutfalli háskólamenntaðra. Það eru komin miklu fleiri háskólar, fjölbreyttara framboð af námi, miklu fleiri greinar sem eru kenndar og ólíka nálganir á því hvernig kennt og hvernig þjálfað. En staðreyndin sú að þetta ungt kerfi, þetta ennþá í mótun og við þurfum að horfa til þess hvernig við nýtum það best til að skapa okkur samkeppnishæfni í framtíðinni á Íslandi. Stefanía fór mjög vel yfir að það bylting í gangi. Og það oft talað þetta til einhver bylting sem framundan. Það regin misskilningur. Þetta bylting sem búin að vera í undirbúningsfasa síðustu 10-15 árin. iPhone-in eða Google síminn sem þau eru með var bara eitt af fyrstu skrefunum. Við erum núna á þeim stað þar sem þessi bylting fer á flug og mun gerbreyta öllu. Ekki síst í okkar persónulífi, en líka í efnahagslífinu og það skiptir öllu máli fyrir okkur á Íslandi að hafa það í huga. Það sem að verður grundvöllur verðmætasköpunar í framtíðinni eru ekki náttúrulegar auðlindir eða aðgengi að einhverjum frumefnum og hlutum sem hægt að gera úr. Grundvöllur verðmætasköpunar, samkeppni, velsældar og hagsældar verður þekking og geta til nýsköpunar. En eitt af því sem fylgir þarna, og við eigum að hugsa á Íslandi, þessar breytingar sem að verða. Þessi geta til að prenta hluti, eins og Stefanía nefndi, þrívíddarprentun. Þessi geta til að framleiða hluti hvar sem Hún færir og jafnar samkeppnishæfni landa. Til þess að vera samkeppnishæfur í vöruframleiðslu þarft ekki lengur í framtíðinni að hafa aðgengi að risavaxnum verksmiðjum í Suður Kína með ódýru vinnuafli. Það sem þarft aðgangað snjallt fólk sem kann að hanna hluti og þrívíddarprentara. Það allt og sumt. Íslendingar geta vel verið með þar. Á sama tíma þýðir þetta að okkar hefðbundnu styrkleikar, þessar náttúruauðlindir sem við byggjum á, verða sífellt veikari og veikari þáttur í samkeppnishæfni. Ef við ætlum að hafa þau lífsgæði í framtíðinni sem við viljum og ef við viljum að unga fólki í dag, börnin okkar, börnin þeirra og þeirra barnabörn, vilji búa í Íslandi, þá verður Ísland að vera með og Ísland verður að vera leiðandi þáttakandi. Við höfum að nýta þessi tækifæri sem framtíðin býður upp á til að skapa meiri verðmæti á Íslandi og miklu fjölbreyttari hátt. En ekki síður, eins og fjármálaráðherra nefndi, við þurfum að búa hérna til umhverfi þar sem fólk vill vera. Það snýst menntun, það snýst lífsgæði, það snýst aðgengi að störfum. Það snýst ekki síst að því að hérna sé umhverfi sem virkilega laðar fólk til landsins, bæði Íslendinga og erlenda einstaklinga. Þannig að hvað þurfum við frá okkar háskólakerfi til framtíðar? Ef við horfum til dæmis til ársins 2027. Í fyrsta lagi, við verðum að hafa háskólakerfi sem í fremstu röð í heiminum. Þekkingin, færnin, geta fólks til að skapa verðmæti, leysa flókin vandamál, vinna í mjög tæknilegum heimi, mun alltaf grundvallast á því hversu gott háskólakerfið til að búa til þann mannuð sem þarf. Við getum ekki verið einhvers staðar langt á eftir öðrum þegar kemur að þessu. Við þurfum öflugan, vel menntaðan og þjálfaðan mannuð til að geta keppt í þessum heimi. Ég held að staðreyndin þessi sú að við þurfum meira af fólki heldur en við getum annað bara við sjálf og síðast en ekki síst þegar nokkur núna hætt að fjölga Íslendingunum. En það sem skiptir jafnmiklu máli að menntun ekki bara menntun. Háskólamenntun ekki bara stimpill. Háskólamenntun ekki gráða. Það ekki gráðan sem skiptir máli þegar kemur að háskólamenntun. Það sem skiptir máli að menntun og hæfileiki einstaklingana sé í takt við þær þarfir sem atvinnulífið og samfélagið hefur.
En það er ekki nóg að hafa menntað fólk. Það þarf líka uppspretta þekkingar, nýrra leiða til að gera hluti. Við þurfum að vera með rannsóknir, við þurfum að öfluga nýsköpun. Við þurfum að fullt af hlutum sem að gerast, ný þekkingar að verða til að við getum keppt, því að hlutinni breytast svo hratt. En þetta er líka til að við skiljum okkar umhverfi, skiljum okkar samfélag og getum þróað það sem best. Lykilatriði í framtíð Íslands verður að hafa öfluga nýsköpun og öfluga frumkvöðla hugsun hér á landi, þannig að allir sé að hugsa hvernig get ég skapa nýja hluti, hvernig get ég keppt alþjóðlega með mínum hugmyndum, komið þeim á framfæri og seltar og búið til verðmæti, ekki hvernig get ég fengið áskrift að einhverju starfi til næstu áratuga. Það sem þetta þýðir líka fyrir Ísland skiptir öllu máli. Staðreyndin er sú að við erum með mjög fábreytt atvinnulíf í dag. Nýsköpun og frumkvöðlahugsun, sérstaklega með tilliti til útflutningsverðmæta, er leið til að búa til miklu fjölbreyttara og stöðugra atvinnulíf heldur við eigum í dag. En það er algjörlega lykillinn að því að séum samkeppnishæf í heimi sem er að fara að gjörbreytast á næstu 10 árum. Við þurfum líka nútíma sérfræðiþekkingu. Við þurfum að breyta því hvernig við hugsum hvaða fólk við þurfum að hafa á Íslandi til að mennta okkar framtíðarvinnuafl, hvaða fólk við þurfum til að hafa í atvinnulífinu til þess að við getum verið þáttakendur. Menntunin sem var ákveðin fyrir 20 árum, hún brá ekkert alltaf við. En það eru nýjir hlutir sem við þurfum að kunna í staðinn. Og ég verð að segja alveg svo okkur sárvantar grunninn fyrir svo margt af því sem er framundan. Við erum ekki með sérfræðingar á Íslandi í næstum því nógu mæli sem kunna á sjálfvirknina, sem kunna á gervigreindina, sem kunna á öryggismál. Það var nú bara erindi þetta sem ég sá í fjölmiðlum sem var haldið í gær. Íslendingar hafa ekki öryggi, hafa ekki sérfræðinga í tölvuöryggi. Í nútíma heimi þar sem allt er tengt við allt. Okkur gengur alveg einstaklega illa að haldast á sérfræðingum í tölvuöryggi í háskólanum til dæmis. Og síðast en ekki síst, eitt af því sem að þegar er komið af stað og verður alltaf stærri og stærri hluti af atvinnulífi, gagnagreining. Skilningur á stórum, ólíkum gagnasöfnum til að gefa okkur innsýn inn í hvað er að gerast. Þetta er hlutur til dæmis sem við ættum að vera að beita á ferðaþjónustuna á Íslandi og ferðamennina. Til við skiljum af hverju koma þeir, hvernig taka þær ákvarðanirnar, hvað er það sem ræður því hvar þeir eyða peningunum sínum og hvert þeir fara landið. Ekki það að sitja öll í hnapp í Reykjavík og rífast hvernig við stýrum ferðamennunum með einhverjum ákvörðum frá Alþingi. Það bara virkar ekki þannig. Það er ferðamæðurinn sem ákveður hvað hann gerir og við þurfum að skilja. Það er mikið sem þarf að breytast, en Háskólar á Íslandi er að skila heilmiklu og háskólakerfið hefur gert gríðarlega mikið á síðustu árum til að koma til móts við Ísland. Við erum útskrifað miklu fleiri, það er jákvætt. Við erum að mæta þeim þörfum þó að betur megi gera, til dæmis í því að efla tæknimenntun á Íslandi. Við erum alltaf að útskrifa fleiri og fleiri, upplýsingatækni, verkfræði og fleiri fögum. Við erum komin mjög framalega þegar kemur að rannsóknum í háskólakerfinu á Íslandi. Við erum að skila mikil í þekkingunni í samfélagið, bæði á því hvernig samfélagið er og líka þekkingu á vísindum og tækni sem hægt er að nýta til að skapa verðmæti. Og við erum að auka nýsköpun, það er að verða til ný fyrirtæki úr djúpri tækni. En þrátt fyrir þetta þá þurfum við miklu meira til framtíðar. Og háskólakerfið þarf líka að horfa til þess að það taki á sig ábyrgðina að mæta þörfum framtíðarinnar. Við þurfum að mæta þörfum samfélagsins, við þurfum að hafa miklu sterkara og öflugra framboð af vinnuafli sem er í takt við það sem að þörfin er. Háskólar eiga að skapa öflugt nýsköpunarumhverfi í samstarfi við atvinnulífið og stjórnvöld og síðast en ekki síst, atvinnulíf og háskólar þurfa að koma miklu sterkar saman á Íslandi heldur en við gerum í dag. Til að geta staðið undir þessu verður háskólakerfið að vera rétt fjármagnað. Ég veit að það kemur óvart. Þið sáuð á glærum áðan að við erum númer 2 í öllum löndum og EMD-listanum þegar kemur að hlutfalli vergrar landsframleiðslu til menntunar. Við stöndum okkur gríðarlega vel þegar kemur að þessu mælikvarða. En það er alveg ótrúlega undarlega skiptstundum á Íslandi. Við erum með langdýrasta grunnskólakerfi af öllum OECD-löndunum og okkar nágrannalöndum þegar kemur að kostnaði á hvern nemanda í grunnskóla. En við erum með eitt ódýrasta háskólakerfið.
Ekkert af okkar samkeppnislöndum eyðir eins litlum peningum í hvern háskólanema eins og við gerum hér á Íslandi. Þetta stendur okkar samkeppnisefni til framtíðar verulega fyrir þrifum. En það ekki bara fjármögnun háskólana sem er atriðið, það líka það að háskólarnir breyti sínu hugafæri sem og samfélag og atvinnulíf á Íslandi. Við verðum að sinna atvinnulífinu. Við erum ekki hérna bara fyrir okkur sjálf til að búa til stimpla á fólk, við erum hérna til að virkilega skapa verðmæti, þekkingu, þjálfa fólk og auka okkar samkeppnisefni til framtíðar. Háskólarnir verða að sinna samfélaginu líka. Þetta dæmi viðburð sem við höldum, 400 ungar stelpur á grunnskólaaldri að kynnast tækni og þeim möguleikum sem felast í því að afla sér tæknimenntunar. Við erum að hafa áhrif á samfélagið í háskólanum. Síðast en ekki síst hugafærið þarf að breytast. Við erum með svolítið gamla mynd af því til hvers háskólar eru. Það er svona háskólar til að búa til einhverja ynga sem að síðan fara með einhvern stimpil út í samfélagið eða réttindi og kröfur. Heimurinn til framtíðar virkar ekki þannig. Heimurinn til framtíðar virkar á því að þeir sem kom úr háskólum eru búin að fjárfesta í að afla sér þekkingar og reynslu sem að nýtist þeim til að nýta sér tækifærin. Annarkvæmt til að búa til tækifæri eða til að standa fremstu röð þegar það kemur að samkeppni störf og annað. Háskólamenntun er algjör grunnur en hún þarf að vera í takt við þarfir samfélagsins á hverjum tíma. Við skulum samt gera okkur grein fyrir því og við megum ekki fyllast þessu hugafæri sem við stundum gerum að halda við séum svona 4 til 10 milljónir Íslendingarnir. Íslenskt háskólakerfi verður alltaf sérstakt. Við erum lítil. Við verðum aldrei eins og í stóru löndunum í kringum okkur. Við erum með lítinn heimamarkað af nemendum. Það eru mikla kröfur sem samfélagi gerir mjög margar tegundir menntunar og þó svo að við gerum það sem að nauðsynlega þarf að gera og bætum fjármögnun háskólana, það verður alltaf samt þannig að aðfenginu eru takmörkuð. Hvernig getum við búið til eins öflugt kerfi eins og hægt er til framtíðar til að sinna þörfum Íslands? Það margt sem þarf að gera, en mér langar bara að nefna eitt sem við erum að hugsa og það vil svo vel til að fjármálaráðherra kom inn á þetta, hann var næstu búinn að stela þessum punkti úr ræðunni hjá mér. Löðum til okkar erlenda aðila sem hafa áhuga því að afla sér menntunar og þekkingar og jafnvel mögulega vinna á Íslandi. Bandaríkin og Bretland eiga gríðarlega stóran hluta síns hagvaxtar á síðustu áratugum undir því að þeir náðu að laða til sín erlenda nemendur sem komin í háskólana þar, urðu sérfræðingar og lögðu gríðarlega mikið til samfélagana og atvinnulífsins á þessum tímum. Ég var sjálfur í Kísildal í Bandaríkjunum í 16 ár. Helmingurinn öllum þeim sem ég vann með á hverjum tíma, jafnvel þegar ég vann hjá ríkisstofnunum eins og NASA, voru erlendir sérfræðingar sem voru til í að leggja sitt að mörkum og vera hluti af þessu samfélagi. Þetta getum við gert í dag. Og þetta er alveg sérstaklega gott tækifæri í dag. Ísland er á kortinu og Bandaríkin og Bretland er að skella í lás. Fáum erlenda nemendur. Ein leið til að hugsa þetta, við erum alltaf að tala um að ferðamennir stoppi og stutt. Meðal tími ferðamanna á Íslandi tali í einhverjum dögum. Þetta eru ferðamenn sem stoppa í 2 til 5 ár. Borga uppihald, skólagjöld og allt á meðan þeir eru í þetta. Við getum búið til alþjóðlegt nám. Með þessum getum við búið til alþjóðlegt nám sem er miklu sterkara og veitt Íslendingum aðgengi að betra háskólanámi heldur við gætum gert ef við varum bara að sinna heimamarkaðnum. Síðast en ekki síst, við erum að bæta mannauðsframboðið á vinnumarkaðnum þegar það er mest á því að halda. Og ég ætla bara að nefna eitt dæmi. Íslendingar eru sérfræðingar í endurnýjanlegri orku og hafa sterkt orðspor. Við erum múin að reka núna í nokkur ár í góðu samstarfi við Orkuveitu Reykjavíkur, Landsvirkjun, Ísor og fleiri, alþjóðlegar námsbrautir í endurnýjanlegri orku. 90% af nemendunum sem koma í þessar brautir eru erlendis frá, þeir koma að borga skólagjöld og alltaf ákveðin hópur þeirra vill vera áfram á Íslandi og til að leggja sitt að mörkum til að byggja upp Ísland til framtíðar. Við þurfum að halda jafnvæginu. Það er kúnst að ná að fara feta rétt fótstig á milli ólíkra þátta, en það er tvennt sem er algjörlega liggur til grundvallar til að við getum farið inn í framtíðina með þann mannauð og þá samkeppnishæfni sem við viljum hafa. Í fyrsta lagi við séum með
Háskólakerfi sem við öll sem samfélag erum tilbúin til að fjárfesta vel í, að við séum með getuna til að mennta og þjálfa mannauð, þannig að séu fremstu röð í heiminum, að við getum búið til nýja hluti, við séum uppspretta nýsköpunar og nýrra leiða til að skapa verðmæti og til að við getum sinnt þeim innviðum samfélagsins eins og heilbrigðiskerfi, réttarkerfi, menntakerfi og öðru sem svo nauðsynlega þarf á að halda. En þetta virkar ekki bara í eina átt. Háskólarnir eiga að koma á móti. Háskólarnir á Íslandi þurfa líka að breytast. Þurfa miklu meira að leggja áherslu á hverjar eru þarfir atvinnulífsins og samfélagsins. Við erum að horfa til þess að við þurfum að vera á undan háskólarnir og erum búin að sjá fyrir hvað þarf að gerast til þess að Ísland sé tilbúið. Við þurfum að leggja áherslu á gæði frekar en fjölda, þannig að þeir sem koma út séu það besta sem íslenskt atvinnulíf og íslenskt samfélag getur fengið og síðast en ekki síst þarna verði uppspretta í samstarfi við atvinnulífið að nýjum tækifærum, nýrri þekkingu og nýjum fjölbreyttum leiðum til verðmætasköpunar. Ef við náum þessu tvennu, þá stöndum við mjög vel árið 2027 í samkeppni við mannauð, verðmætasköpun og lífsgæði á Íslandi. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Ari. Við ætlum nú að nýta þennan skamma tíma sem við höfum hér eftir á fundinum til þess að reyna að ræða nokkur mál og ég held að það sé best að byrja akkurat á spurningunni sem Stefanía bar upp hér áðan og Ari svaraði svo vel. Við sjáum áhersluna á það að fá hingað til hans erlenda nemendur til þess að gera háskólastarfið okkar betra. Eðlilega, ég kom kannski fáum og óvart að við þurfum meiri peningin í háskólakerfið, að sjálfsögðu, en að við þurfum líka að sjá fyrir framtíðina. Einhver hérna bókaður 31. maí 27, ef ekki? Það verður alltaf gaman að við ætlum að geyma þessu upptöku þannig að við náum að bera saman eftir 10 ár. En Kristrún, nú ert þú búin að fara yfir þessar tölur til dæmis og hvernig þetta allt saman sundurliðað. Það sem áhugavert að sjálfsögðu verið að taka punktstöðu. Það verið að segja hver samkeppnishæfni okkar varðandi menntun og mannauð í dag. Svo fáum við þau skilaboð til dæmis frá þeim að hugsanlega ennþá mikilvægara hvernig við erum að undirbúa okkur fyrir næstu kannanir. Hvernig erum við á réttri leið varðandi þessi mál? Já, ég myndi segja að kannski kemur þetta að þessum fjórða þætti sem metin þarna sem eru samfélagslegir innviðir og auðvitað það gríðarlega stór partur af samkeppnishæfni okkar og þess vegna þó ég sé ekki að tala þessa könnun alltaf mikið upp, auðvitað þetta bara einn punktur og eitt innlegg inn í umræðina en þarna kemur svo skýrt fram að við þurfum að vera fókus á eitthvað annað en einmitt bara þennan hagvöxt og bara þetta lága atvinnuleysi að við erum í 17. sæti til að mynda þegar kemur að samfélagslegum innviðum sem eru auðvitað ekkert slæmt á lista við 63 lönd, en við berum okkur ofboðslega oft saman við Norðurlöndin. Við viljum líka oft bera okkur saman til að mynda við Bandaríkin og Bretland og oft upplifum við eins og þetta sé svo langt frá okkur vegna þess að við séum svo fámenn, en eins og Ari og Stefanía voru að segja þá náttúrulega kannski fámennið síður að fara að halda aftur okkur í framtíðinni vegna þess að það eru svo margir hlutir sem við getum farið að gera hérna heima sjálf sem við þurfum ekki endilega stóran hópa fólk í. Og því litinni auðvitað þessi fókus á menntun og mannið svo stór partur af þessu að ég myndi segja að ég myndi miklu frekar vel að sjá það hífast upp í þessari könnun en eitthvað annað vegna þess að það bara sterkur efnahagur hérna eins og en við erum að hugsa framtíðina náttúrulega. Já. Ég þykist veit að Katrín Olga formaður viðskiptaráðs hefur einmitt líka skoðun á þessum málum, er það ekki Katrín? Ég veit ekki, skil ekki að þú lætur mig fá orðið, ég held ég get ekki stoppað að þú hendir því yfir til mín en ég verð nú að segja það að það kemur mér í rauninu bara verulega óvart eftir að hafa hlusta á Stefaníu og Ara og Anna Kristrúnu að við séum ekki ofar á listanum. Mér finnst þetta náttúrulega bara frábært fólk með frábærar hugmyndir og Stefanía varpaði náttúrulega þessari spurningu hvar verðum við 2027, ég held að við verðum eitt af efstu 3 sætunum, ég ætla að veðja á það og ég held að það sé út af svo mörgum þáttum, ég held náttúrulega að Íslendingar eru þekktir fyrir hugmyndaauðgi, við erum þekkt fyrir sköpunargáfu, við erum þekkt fyrir kjark, ég að vona að vælubíllinn verði búin að hverfa frá okkur og við verðum búin að takast að nýta þennan kraft og sköpunargáfu sem hefur komið okkur á þann stað. Ég held að það sé það sem að muni lifa af, ég held að við munum sjá miklu fjölbreyttara atvinnulíf,
Ég held að sjálfbærnin varðandi auðlindirnar, við munum nýta, við skulum ekki líta á auðlindina þessu bölvun, við munum nýta það á mjög góðan hátt. Það grunnurinn okkar. Við munum sjá sjálfbærni í ferðaþjónustunni, meiri gæði, ferðamaðurinn velur það sem að fer og svo framvegis, nýta sjávarafurðina meira og betur með allir þessar sköpunargáfu. En ég held að við munum náttúrulega líka sjá miklu meira af nýsköpunarfyrirtækjum. Og ég var nú mjög ánægð fyrir mína hönd í gær því ég var hlustað á fyrirlestra sem var sagt að 50+ fólk það sem gengur best í að skila árangri í nýsköpun og í rauninni það fyrirtæki sem stofnar flest fyrirtæki, þannig að ég hvet alla 50+ til þess að taka þann bolta til sín. Ég held að við munum sjá það árið 2027 að við höfum dýrasta háskólakerfið en ódýrasta grunnskólakerfið. Ég held líka að við munum sjá meiri fjölbreytileika í opnara samfélagi. Við verðum búin að opna Ísland fyrir útlendingum, við verðum búin að opna Ísland fyrir því að það verði fleiri konur við stjórnvölinn. Það eru núna 12% íslenskra kvenna sem stjórna fyrirtækjum. Við verðum með allt annað hlutfall þá og verðum stolt af því. Þannig ég held að það sé af svo mörgu að taka og ég held að við höfum svo gífurleg tækifæri að ég held að við eigum bara núna að bara rífa okkur upp og henda okkur í verkið eins og góð vinkona mín segir. Takk. Takk fyrir það, Katrín. Ari, ef þú fengir allt í einu sekki fullan af peningum hérna, tvöföldun á fjárframlögum og ættir bara að henda þér í verkið, þú heldur utan nemendunar okkar og framtíðin okkar og allt þetta starfsfólk sem aðrir eru síðan að tala þú hefur raunverulega áhrif á það ef að Benedikt er til í með þér. Hvað myndir þú gera við þessa peninga? Ef þú hefðir ótakmarkuð fjárráð og þú værir núna að setja upp þetta 10 ára plan til 2027, í hvað færu peningarnir og í hvað færu þeir fyrst? Heyrðu, tvennt. Í fyrsta lagi þá erum við með nokkuð langan lista af sérfræðiþekkingu sem okkur sárvantar inn í háskólana. Og þetta er á öllum sviðum. Það sem ég nefndi í glærunum voru þeir þættir sem tengjast tækninni beint. En þetta snertir nú öll svið og þegar við sem Íslendingar erum að skapa verðmæti til útflutnings, til samkeppni í mjög flóknum og heimi sem breytist hratt, við þurfum að hafa tæknifólkið og tækniþekkinguna sem eins og hún í fremstu röð núna í dag, eins og þessum þáttum sem eru bara nýorðnir til. Þannig að það bara að byrja á að kaupa þetta fólk hingað til lands. Sjálfvirkni, gervigreind og allt þetta. Við þurfum markaðssetningu. Markaðssetning fer fram á samfélagsmiðlum í dag. Allt öðruvísi heldur en hefur hingað til. Öll lögfræði og allir samningagerð í alþjóðlegu samhengi allt öðruvísi heldur en hefur verið eftir því sem heimurinn breytist. Við þurfum, ég með langan lista sem ég get bara deilt með ykkur en það eru fleiri hundruð þættir á honum sérfræðiþekkingu sem okkur vantar. Það væri fyrsta skrefið, fá þessa sérfræðinguþekkingu til landsins og besti staðurinn auðvitað inni í háskólunum, en þar fáum við margföldunaráhrifin af því að þessir einstaklingar geta þá kennt fleirum sem fara út í samfélagið. Hitt að breyta því hvernig háskólakerfi vinnur og hvernig við vinnum inn í háskólanum. Við erum að stytta okkur leiðir á svo mörgum stöðum. Við getum gert svo miklu betur á þeim tíma sem við höldum utan nemendurna til að skapa þeim betri þekking og betri færni sérstaklega með því að hafa réttu aðstöðunum, með því að hafa rétta aðgengi að hlutum, með því að hafa betra aðgengi að erlendum sérfræðingum, samstarfi, geta gert miklu meir úr náminu heldur en það að mæta lágmarksþörfunum sem eru í dag og ég hef notið þess að fara reglulega og vinna með MIT og fleiri háskólum þar sem við sjáum hverju þetta skilar. Að geta lagt virkilega í það að nemendurnir komi út með þekkingu og færni og reynslu sem að þeir rjúka inn í atvinnulífið og skapa verðmæti. Eitt varðandi þann punkt vegna þess að þú nefndir það að þessir erlendu nemendur sem eru að koma hingað að borga hér gjöld, var hugsanlega hægt að rukka á meira, ég veit ekki hvernig hjá ykkur. Af hverju það þá ekki bara góðu business? Af hverju þarf meiri budget inn í skólana til þess að gera þetta? Ekki bara góðu business að búa til alþjóðlegan skóla núna án þess endilega að þurfa meiri opinber fjárframlag? Það þarf hvort tveggja. Til þess að við komumst á þann stað að við séum samkeppnishæf þessa nemendur. Við erum ekkert einarlendi í heiminum sem hefur þessa hugmynd að fá erlenda snillinga til að koma til landsins. Við þurfum að stíga ákveðin skref til þess að komast á þann stað að virkilega laða til okkar og til þess þar grundvallar fjármögnun sem miklu hærri og meiri heldur en við höfum fengið í dag og erum að fá í dag. Þannig að það skref í þá áttina að gera íslenska háskóla samkeppnishæfari
Og ég skal bara uppljóstra því að ein af ástæðunum fyrir því að við höfum náð þessum árangri með Orkuháskólann að við náðum í fjármuni frá atvinnulífinu til að hjálpa okkur að koma því af stað. Við hefðum ekki geta gert þetta, búið til þetta nám með þeim fjárframlögum sem við höfum í dag frá ríkinu. Nei. Við höfum, eins og ég nefndi, tiltölulega skamman tíma þess að við fórum kannski örlítið við dagskrá, en mér langaði svo að fara við punkti sem hefur líka verið hér gegnum gangandi í þessum erindum sem styrkingin á krónunni og það að við séum sem starfsfólk að prísa okkur út af markanum, séum og dýr. Þess vegna líkur beint við að spyrja þig, Stefanía, hvers vegna CCP áfram á Íslandi? Já, ég fæ þessa spurningu svolítið oft þessa dagana. Þetta náttúrulega svolítið mikið challenge að vera með tekjur í einni mynt og borga svo laun í annarri mynt og það gerir reksturinn á okkar starfsemi hérna á Íslandi alveg ofboðslega óstöðugan og við erum með 4 aðrar starfsstöðvar á CCP og við erum náttúrulega óstöðugasta þannig séð þegar við gerum áætlanir og allt þetta og laun eru frekar há hérna og allt þetta. En ástæðan fyrir að við erum hérna ennþá á Íslandi að hér varð CCP til. Hér erum við búin að vera með stærstu starfsstöðina, hér erum við með ofboðslega gott fólk, rosalega mikið af hæfileikum sem eru inn í CCP hérna á Íslandi og við höfum náð einhvern veginn, við finnum líka að samfélagi svolítið stendur með okkur. Það er rosalega gott. Það er rosalega gott að geta átt þetta samtal við stjórnvöld og allt þetta og svo ætla ég að nefna að eins og staðan núna, að þá erum við líka að veðja svolítið á háskólana. Við erum búin að vera í samstarfi við Háskólann í Reykjavík í mörg ár og það hefur skilað okkur alveg bara ofboðslega góðu fólki inn í okkar verkefni og núna erum við að fara að flytja inn í Vísindagarða Háskóla Íslands og við ætlum að efla samstarfi við alla háskólana meira og bara þessi grunnur sem hérna og þessi góðu skólar sem hérna, þeir gera það verkum að það styrkir okkar starfsemi bara. Já. Mjög mikið. En ef þið væru með bækistöð og hefðu verið stofnuð annar staðar, einhver sem trekkir ykkur sérstaklega að? Það sem ég þá í raun að segja, ef við erum að prísa okkur út af markanum varðandi launakjör til dæmis, eitthvað annað sem við höfum? Já, við erum að prísa okkur út af markanum á mörgum sviðum. Við erum ekki að sjá tölvuleikjafyrirtæki flykkjast hingað til að opna útibú. Það er bara ekki að gerast. Þau eru að flykkjast til dæmis til Bretlands og fjármálaráðherra sagði að hann væri ekki hrifinn af ívilnunum þar sem allir þyrftu að standa jafnir. Við stöndum bara ekkert jöfn. Vegna þess að það eru ívilnanir í öðrum löndum gagnvart fyrirtækjum sem stunda þróun að það er endurgreiðsla vegna þróunarkostnaðar bara algjörlega default. Og til dæmis í Bretlandi þá eru ekki bara endurgreiðsla vegna þróunarkostnaðar, það er endurgreiðsla fyrir tölvuleikjafyrirtæki í framleiðslu. Vegna þess að þau vilja fá þessi fyrirtæki til sín, vegna þess að þau vita þessi fyrirtæki, þau ganga ekki á neinar auðlindir, þau ofnota enga innviði, heldur búa bara til miklar útflutningstekjur þegar lengra er litið. Og þannig stöndum við bara ekki vel og við getum alveg haldið að við getum staðið hérna og sagt já, engar ívilnanir, allt í lagi, allir voru jafnir. Við erum ekki jafn, enga veginn. Ekki gagnvart þeim löndum sem við erum að keppa við. Já, mér langar svolítið til að grípa hana punkt hjá Stefaníu vegna þess að hún varpaði fram þessu spurningu áður ef við breytum menntakerfinu í dag, hvað það myndi leiða til. Og það fyrsta sem ég hugsaði auðvitað bara fjölbreyttara atvinnulíf og það er bara það sem við þurfum. Og ég held að mikið af þeim vandamálum sem við höfum hort á í gegnum tíðina að það er óbúslega einsleitt atvinnulíf hérna. Og ég held að þetta sé mjög stór partur á umræðinni að heyra frá einstaklinga eins og Stefaníu sem að reyna að reka hérna fyrirtæki á Íslandi sem er mjög óhefðbundið í íslensku skilningi en er að skapa alveg óðpúslega verðmæti á mann án þess að ganga á til að mynda ákveðnar auðlindir. Og það er ekki þar með sagt að við viljum henda hinum atvinnugreinum út, alls ekki, en við viljum bara skapa meira jafnvægi og við höfum í gegnum tíðina komið tiltölulega illa út til að mynda á lista hjá EMD yfir einsleitni útflutnings og einsleitni atvinnugreina. Og þetta skilar sér bara beint í allt þetta ójafnvægi sem við upplifum alltaf á Íslandi. Þegar ein grein fer upp, þá fer önnur niður og það þarf einhvern veginn alltaf flökta svona mikið með. Þannig að mér finnst þetta bara svo, þetta er ekki bara spurning að hugsa framtíðina í tölvuleikageiranum og þetta sé allt svona eitthvað svona ofboðslegt sci-fi. Þetta er framtíðin, það eru önnur lönd sem eru farin að uppgöta þetta. Það eru fyrirtæki sem eru að flykkjast á svæði þar sem er fólk með rétta menntunina til þess að vera með starfsstöðvar sína þar og við viljum auðvitað bara taka þátt í þessari samkeppni og við þurfum að vera held í opnari fyrir því átt okkur á því að það þarf ekkert að koma niður á öðrum atvinnugreinum.
Við getum híft alla aðra upp með okkur og umræðan á stundum sko stað eins og ef að við tökum einn upp þá þarf annar að fara niður og ég held að það sé bara alls ekki þannig. Nei. Það sem mig langar svolítið að séu lokaorðin eru svar frá Ara við því hvort að hann telji raunhæft að þetta verði að veruleika. Það er að segja að þú fáir þá fjármagn sem þú þarf til þess að hífa HR og vonandi aðra háskóla líka upp á þann stall að við getum verið hér með alþjóðlega háskóla og látið þessa draum sín rætast. Ég held að það sé ekki bara mögulegt, ég held að það sé bara lífsnauðsynlegt fyrir okkur á Íslandi. Ef við ætlum að búa í þessu landi og sérstaklega ef að yngri kynslóðin og komandi kynslóðir ætla að búa hér, að þá eru svo margir hlutir sem þrýsta á. Það er eins og Kristrún nefnir að fjölbreytni atvinnulífsins, að það sé hérna störf í boði, að það sé nóg mikil fjölbreytileiki til þess að það sé miklu meira jafnvægi í samfélaginu á Íslandi heldur en við höfum séð í dag. Það kallar á það að það verði til meira menntuðu fólki og meira við sprötta þekkingar. Það þarf að verða til bara umhverfi lífsgæða, þar sem að bara innviði samfélagsins og allt það sem við gerum í takti við það sem gerist best í heiminum. Og bara sem dæmi þegar við erum að horfa til þess að halda komandi kynslóðum á Íslandi og laða nýja sérfræðinga til landsins og nýtt fólk. Við getum ekki verið einhvern veginn öðruvísi í verslun, við getum ekki einhvern veginn verið öðruvísi í aðgengi að hlutum eins og Uber eða Lyft eða einhverju slíku. Við þurfum að vera eins og allir hinir og þá þurfum við að hafa þekkinguna og allt sem þarf til þess. Þannig að þetta er spurning, það er bara allt sem kallar á þetta. Það er þörfir atvinnulífsins, það er stöðuleiki Íslands, það eru framtíðarkynslóðir og það er okkar staða í heiminu sem kallar á það að við gerum þetta. Þetta bara liggur augum uppi. Liggur augum uppi. Takk fyrir það, takk ykkur kærlega fyrir þáttökuna á fundundum og fjármálaráðherra sömuleiðis sem að þurfti að rjúka á Alþingi. Ég vil þakka ykkur sem eru hér í Hörpu kærlega fyrir að koma og þeim sem eru að fylgjast með á vefnum. Takk fyrir í dag.